svekkjandi? Já, ég held ég svekkjandi tap í kvöld. Eða svekkjandi lokamínútur. Já, ég meina, þú veist, lokamínútur, ég meina þeir bara fengu alltaf mikið opnu skotum og þú veist, rauninni allan leikinn. Og sóknarlega vorum við bara, þú veist, það vantaði smá töfnis í okkur. Ítt okkur út úr öllu, í rauninni. Akkurat, við tókum eftir í þriðju, þá klikkar KR varla skoti. Er það bara vegna að skotin þeirra eru galopin? Ég meina þegar þú kemst á bragðið, sérstaklega skotmenn eins og KR er með, þá náttúrulega bara hendaðir eitthvað starfi. Þeir hittu 5-5 í þriðjuleiknum. Og ég meina, þú veist, ef þú gefur þeim lúki, þá náttúrulega setjar þú honi. Nákvæmlega. Aðeins út í seinasta, eða svona eitt af seinustu playunum, þegar þeir vinna uppkast og það eru 2 sekúndur eftir að skoðklukkunni. Kemur bara eitthvað backskrín sem veldur þessu? Ekki einu sem backskrín, hann fær hann bara undir körfunu og setur hann í. Það er eiginlega bara svoleiðis. Mjög svekkjandi. Já, ég meina þarna er bara einhver athygli sem að brestur, skilurðu, en menn þurfa að gera betur en þetta. Valur vinnur Stjörnuna með 30 stigum. Það var í rauninni leikur fyrir okkur að loka á þetta bil milli Stjörnuna. Já, það er svona meira svekkjandi að tapa fyrir KR í kvöld og spilur rauninni ekki betur en þetta. En það er mánaðarpása sem tekur við? Já, ég meina við erum fullt að bæta og við þurfum að nýta þessa pásu vel. Nákvæmlega, takk Hjalti. Takk hérlega.